Já, það koma að lokum þáttarins, það eitt eftir, það bræðraspjallið, Gunnar Smári, velkomin aftur. Já, hei. Herri, þetta var... Fyrir að leysa vanda sveitarfélagana? Nei, ég veit ekki hver á að gera það, sko. Það barma sér bara, það villu skefið. Já, þau að segja núna breytingar á sjóðurinn. Jöfnunarsjóðurinn, já. Að það muni bara koma mjög illa við sveitarfélög. Hann Valgarður á Akranesi, hann sagði bara 115 milljón króna gat sem kemur til þeirra og það eitthvað sko sem að þeir þurfa þá að bjarga segnun öðruvísi. Það miðað við eins og frumvarpið núna jöfnunarsjóð. Það var mjög litla tekjuöflunarleiðir. Þær hafa verið veiktar. Það var fyrir svona 35 árum. Það var lagt af aðstöðugjald mest eftir því. Það var svona útsvar fyrirtækina sem mér alltaf, ég veit ekki alveg hvað var tekið í burtu því að hljómar svolítið sem svona sanngjarn skattur. Ef ég með fyrirtæki í þessu sveitarfélagi þá borgaði ég til þess vegna þess að sveitarfélagi skaffar gangstétt og götur og þú veist, með dagvist fyrir börn starfsfólksins og það getur mætt í vinnu og hann með svona auðvitað fyrirtæki borgi. Þetta var lagt af bara mjög, ég held að ég verið bara alveg á upphafsárum Davíðs Oddssonar, sko. Þetta fyrstu svona sköttunum sem voru felld í burtu í þessum skattalækkunum. Og þeir hafa, svo útsvarið bundið í lög, hvað það má vera mikið. En hins vegar, svo alltaf verið að flytja verkefni yfir á sveitarfélögin. En það hafa ekki verið flutt fjármagn, það alltaf deila og einhver lita vegna þá hafa sveitarfélögin svolítið látið narra sig í því að við fallist á að taka aldraða, öryrkja og gegn svona loforðum einhverja tekjur sem að kannski hefði verið skynsamlega að gera bara kröfum að vilja þá bara fá tekjustopp sem að rennu bara beint í þetta en við sem ekki háður því að ríkið sko skili einhverju því að ég held að sé reynsla allra sem hafa skipt ríkið að það svíku að þú veist það er bara það svíkur allt. Ég talaði bara reynslu eins og þegar ég gerði samninga þegar ég var í SA við einhverja þjónustu, ríki að kaupa þjónustu af félagsamtökum. Þeir borga kannski 70% af því sem þarf til þess að halda í gangandi. Neytendasamtökin held ég að sé með svona samningum halda úti upplýsinga, síma og opnunartíma fyrir leigjendur. Ég held að ríki borga kannski 50% af því sem þarf til þess að halda úti. Og að sömuleyti sveitarfélög þannig líka. Þau hafa tekið yfir mikilvæg verkefni en ekki fengið neina peninga á móti. Og svo það líka annað. Þetta skemmtilegt mál og hann var nú í helgispjalli í gær, hann Héðinn Unnsteinsson sem svona stjórnsýslufræðingur eða eitthvað svoleiðis. Þú heyrt hann talað þetta að í næstu löndum að þá vægi sveitarstjórnarstigins miklu meira heldur en hér, sko. Ég man ekki alveg tölunar hvort það sé 1/3 sem í sveitarstjórnarstiginu hér en 2/3 hjá ríkinu, en það sé miklu nærri að vera 50-50 og eða jafnvel sko sveitarstjórnarstigið eiginlega stærra þetta ríkið. Og það sem hann færið út úr því þá svona svolítið valddreifðara samfélag, það sem svona fleiri að leita möguleikum. En við erum einhvern veginn með samfélag sem að sko ríkið einhvern veginn drottnar svolítið yfir sveitarfélagunum. Og ég held að það sé bara ekki gott, sko. Nei. Og svo var sveitarfélagið neyðist til þess að fara þá að bjóða upp lóðir. Þarna þegar aðstöðugjaldi var, að þá voru lóðum yfirleitt úthlutað. Og ég held að fólk hafi þá leitið það sem sko bara sem hinn eðlilega hlutur. Hérna eru almannagæði sem að félagið okkar sameiginlega sveitarfélagið á þessar lóðir. Við getum ekki selt þær því að það enda með því að það fara bara til þeirra sem hafa best aðgengi að fé, eru ríkastir. Þannig við verðum bara úthlutað þessu. Þannig það verður bara röð. Það getur verið að þú sækir lóð og þurfir að bíða 2 ár, alveg eins og þú þurft að bíða kannski til 2 ár eftir mjöðum eða eitthvað. Og þannig það bara, þurfum að deila út almannagæðum. Þetta eina breytingunum sem varð á þessum nýfrjálshyggjutíma, að það var hægt að úthluta þessu og fara að selja þetta. Og þú sérðu það alveg í bænum, sko, að til dæmis
ég held að það sé kallað Austurhöfnin, sem á milli Hörpu og Lækjartorgs. Þar bara eitthvað svona 5 stjörnu hótel eitthvað og svo eitthvað lúxusíbúðir og þú sér það í seinni blokkina sem voru byggðar seinna á Skúlagötunni. Það svona auðmannablokkir. Þá endar með því að þeir sem eiga peningi kaupa bestu lóðirnar en þeir sem eru blankari, þeir eiga bara að búa í skugganum af hinum. Þegar þessu eru úthlutað eins og allir hafi jafnan aðgang að þessu, þá lendum við ekki í svona rugli, Nei. Þetta hefur bara að hafa námsmannaíbúðir og blokk fyrir einstæða foreldra niður á austur höfninni. Mér finnst það engin sérstök svona gæði fyrir borg ef að ríka fólkið sest að öllum bestu sætunum. Mér finnst það bara asnaleg kúltúr. Var mann ekki eitthvað kennt það ef maður hafði eitthvað svona aðstöðu að maður átti að svona víkja en við erum einhverjum svona kúltúra sem að þeir sem hafa aðstöðuna til þess að bara taka alla bestu bitana til sín. Þetta bara, þetta ekki kúltúr. Já, nei, þetta svona. Það það. En hvað vil þetta pólitíka? Nei, ég ætla eiginlega að byrja að hrósa okkur báðum og gestum okkar. Við tölum ekkert Donald Trump. Já, ég hugsaði þetta líka í fyrri helmingnum. Ég var að hugsa að nefna þetta. Að það var ekki, hann var ekki nefndur. Nei. Ég held að sé svolítið afrek. Já. En þú nefndir hann núna, hvað viltu tala hana? Já, við svona í okkar spjalli, ég að segja með gestum okkar að þá erum við sennilega eini fjölmiðlinn allan á Vesturlöndu sem að hefum ekki minnst á hann í dag. Nefnum þetta bara, þeir eru bend á að við höfum ekki gert það. Ég var með vikuskamtinn á föstudaginn og sagði upp að þáttarins að sá sem að segði Trump, hann það klár úr glasinu. En svo náttúrulega töluðum við bara Trump. Sem náttúrulega Töluðu bara Trump? Já, svona fyrstu 20-30 mínútur. Þetta heims viðburð. Alveg. Þetta náttúrulega ráðgáta. Hversu langt getur að farið? Það snertir okkur miljara, hvað eru við mörg, Evrópu og Kanada og Mexíkó, þessi lönd sem hann að tala 20.000 opinbera starfsmanna búið að reka á því Bandaríkjunum. Já. Ég var frammi áðan og talaði við svona mann sem ég vil fá í viðtalið mitt svona áhrif Trump svona innanríkis í Bandaríkjunum. Því við höfum svolítið talað áhrif Trump á öryggismál í Evrópu og svona hitt og þetta. Að þetta náttúrulega, og þú veist, hægt að lesa, þú veist, að maður horfa á hann eins og svona Milei í Argentínu sem ætti að bara brjóta niður ríkisvaldið eins og var samkomulag að byggja það upp á eftirstríðsárunum. Erum við bara að fara aftur í... Já, þetta alveg skuggalegt, Þetta það. Já. Þetta ógn við, stöðuleika bara okkar, bara sem fólks. Bara, við búum hérna, við erum með herstöðver með samning við hann, við Bandaríkin, og hann tala mjög illa Evrópu og þannig að stöðuleiki okkar lífs á þessari eyju hérna, hún bara ógnað. Já, sem í öryggismálunum þá finnst mér að mætti vera meiri í umræðinni. Er það svo að Bandaríkin líta á að Ísland sé undir sínu áhrifasvæði? Ég held að það sé já, en mér finnst það svolítið skrítið að það er svona tiplaði kringum þetta. Og ég held að við séum bara með sömu skilgreiningu og hann að skilgreina Grænland. Hann telur að þetta sé bara hluti af áhrifasvæði Bandaríkjanna. Og þetta fyrirkomulag sem núna, þetta sé hérna undir Danmörku, það bara hann vill ekki lengur. Hann vill bara taka þetta. Og ég held að hann horfi á svipaðan hátt til Íslands. Hann hefur áhyggjur á Íslandi, en ég held að það hérna er í svona stjórnmálaþróun og eitthvað fleira sem Bandaríkin myndu ekki sætta sig við. Þá held ég að færu bara að sjá afskiptið þeirra og ég held að við sé það hérna á kalda stríðinu. Það veri gaman líka að fara að rifja það upp, þegar hérna framámenn í Sjálfstæðisflokknum voru bara vikulugum fundum í hérna bandaríska sendiráðinu. Og ég held að það bara, þannig var þetta, að Bandaríkin litu svo á að þeir þyrftu að hafa hendunar í stjórnmálaþróun á Íslandi og þetta sem við höfum stundu talað hérna, þeir sem ekki
voru í náðinni hjá Valhöll, fengu ekki lóðir og fengu ekki lán og fengu ekki framgang í starfi, sko, það voru alltaf sjálfstæðismenn sem voru alltaf skólastjórar, sko, þeir sem voru vinstramenn gátu kannski orðið, sko, yfirkennarar, komast aldrei lengra, þú veist, þú fyrst ekki að reka sjoppu á þess að vera í flokknum, þú veist, alltaf leigubílaleyfi til þess að vera í flokknum og þetta, ég held þetta hafi verið bara lína sem var lögð út úr, sko, bandaríska sendiráðinu það hvernig á að tryggja það að óæskilu öfl komast ekki til valda í landi sem undir okkar áhrifasvæði. Í þættinu sem ég var með á miðvikudaginn þá var Mörður Árnason og hann hafði lesið áður en að kom, sko. Þá var hann búinn að lesa varnarsamninginn og hann segir að þetta sé ekkit að varnir okkar heldur rétt þeirra til að vera hérna. Þetta er ekkit varnarsamningur, þetta er bara samningur fyrir sko kanan að vera hérna ef hann vill en ekkert verri okkur það er bara eitthvað. Það hefur enginn áhuga í okkur, hann er bara áhuga á bara í landinu, klettinu. Svo vínirnir í vestrinu vitum dauðan fyrr. Nei, mér finnst þetta mætti vera Þórarinn Eldjárn í Sigurðsstaðablúsnum. Og þegar að verða svona mikil breyting þá minnst það gaman að sitja við rauðaborðið þegar það er svona einhvern veginn bara svona óvissu ástand af því að umræðin sem hér hentar því ágætlega. Við erum ekki mikið í svona hann segir, hún segir svona einhverjum deilum að ég var trist á Bandaríkinu eða ég var trist á Evrópu eitthvað svona. Þannig mér finnst það henta ágætlega en mér finnst það saknaði svolítið bara í almennu umræðu að hún sé ekki þessu setja bara spurningamerki við fleira eins og varnarsamningurinn, hvað er hann raunverulega? Og ég minnst alltaf að við tölum það bara í 3 vikur. Því að það tekur tíma, það er ekki eins og að sé eitthvað bara svar, heyrðu ekki bara hringi Björn Bjarnason og spyrja hann að þessu, það er ekki þannig, sko. Og það er að verða svona eðlisbreyting að þá verður allt sem að þú kannski taldi vera einhvern veginn, þá kannski hefur það breytt eðli. Bara, og þess vegna held ég að við þurfum að fara í gennum alveg rosalega, sko, þykka umræðu öryggismál. Og ég vara við því að fólk haldi að endilega sem að fólki dettur fyrst í hug að gera. Þú veist að við verðum að náttúrulega verðu í bandamenn og við verum bara að skópla peningum í hernaðaruppbyggingu og við verðum bara að tengjast Evrópu og þú veist og helst að tengjast evrópskum her og eitthvað svona. Ég vara við, þú veist, að það sem að fólki dettur fyrst í hug er ekki endilega besta. Nei, og það í svona ástandi er það bara mjög hættulegt. Við væri núna á fréttablaðinu sem vorum forðum að þá myndi ég láta einhverja 2 að gera svona viku umfjöllun varnarsamningin. Nú þurfum að vita hann og það sem að þyrftum að birta úr honum og við tölum fólk beggja vegna sem með og móti, sko, til að við gerum þetta með stjórnarskrán lungaður var að fara að ræða eitthvað hana og svo Ísland og Evrópu og fengu blaðamannavelun fyrir hvoru tveggja, sko. Og einmitt þannig menn, það var Auðun Arnórsson, Jóhann Hauksson og nú er ég að gleyma einhverjum sem að unnu þetta og sem mjög þarft efni og núna þarf svona greiningu á varnarsamningnum. Það bara er ekki í þessu núna, sko. Það er svona rannsóknarblaðamennska í gangi, ég hef aldrei verið hrifinn af þessu orði í rannsóknarblaðamennska. Ég finnst það bara eins og hverjum blaðamennska. Já, þetta er bara eins og hverjum blaðamennska. En ef þú skoðar til þess áhersluna sem að Moggin er að leggja áherslu á, nú er hann í einhverju rosalegri herferðum síma skipstjóra og svona Samherja. Það er fyrir all orkan í það. Þeir tóku rosalega sirpu skólamál af því að ég heldur að sjálfstæðisflokkurinn hefði haldið að það geti orðið svona kosningamál. Og líka í aðdraganda kjarabaráttu kennara sem var svona að byggðist upp á því að skólakerfið væri bara alvarlega veikt og svo forusta sem þar er að við getum ekki treyst henni ef við erum að fá eitthvað utanaðkomandi fólk til þess að breyta stefnu. Þannig að minnst þannig vera einhver svona. Svo erum við eins og Kveik í Ríkisútvarpinu, sjónvarpinu, sem mér finnst velja svona, ég veit ekki hvað svona mál hann velur, sko. Hann velur aldrei mál sem að... Þetta er ekki það sem við kalla rannsóknarblaðamenn, þetta er bara umfjöllun. Hann velur aldrei mál svona sem að snúast að kannski svona völdunum í samfélaginu, sko. Við erum að horfa á var ekki heilt þáttur víetnamska mann sem var með mannsalið og var að reka okkur á veitingastæði. Ég þá mista því, já. Og ég man eftir einu þætti konuna sem ætlaði að kaupa
ekki Play, nei, hvað heitir Nei, hérna hitt, Vá, eins og það var eitthvað svona Gervikona. Ég vil fá fleiri þátti það sem að sko umfjöllunarnir samherji eða eitthvað svona sem að fara með raunveruleg völd í samfélaginu sko. Mér finnst þess að Kveikur að við einhvern veginn mist kjarkinn sko. Og við höfum ekkert við höfum ekki menn eins og Helgi Seljan og var hann ekki líka Aðalsteinn Kjartansson og Þóra fór náttúrulega, hún var ritstjóri þetta en svona, og kannski það skiljanlegt að þegar þú verður fyrir svona linnulausum árásum ef að þú stígur á tærnar á valdinu eins og ég meina Helgi Seljan hefur svolítið lýst þessu hvernig það að verða fyrir svona þetta meira en að segja það sko að þú bara eins og þess að þú opna MBL núna, það bara linnulaust verið að halda þig fram að þú hafi brotist inn á okkur heimil og sérstulega voru lögbrjótur að þú ættir umverulegur í fangelsi. Þetta náttúrulega, þú veist, og það að einhver skuli bara ekki vera að styðja Morgunblaðið í þessu og að þetta sé stutt af, sko, að ég veit ekki, af almannafé. Þetta er skrítið fyrirbæri. Þetta er bara, þetta er verið að grafa undan, sko, fólki. Já, bara því sem að er nauðsynlegt í opnu lýðræðslegu samfélagi að hafa. Já, sem er ógn við þær skoðanir sem að Morgunblaðið er að verja. Já, það er bara verið að segja að ef að þú ferð gegn okkur, að þá bara myndu aldrei hafa neitt frið. Já. Það er bara svoleiðis. Herðu, en flokkarnir á þingi, það er ekkert að frétta. Ríkisstjórnin er bráðum að verða líklega 100 daga eða eitthvað. Það er að líða. Já, þetta er það er eins og hún sagði Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Hún sagði sko að henni finnist flokkarnir núna sem eru í ríkisstjórn vera svolítið að vinna úr því sem að fyrir ríkisstjórn skildi eftir sig. Já, það er náttúrulega þannig. Þau meina ráðherrar koma inn í ráðuneytin og það er kannski 80% af verkefnunum eru kannski ekkert mál sem eru mikill ágreiningur þannig að þeir koma bara og taka við því. Já. Ég er ekki að segja að vera óeðlilegt. Nei, kannski finnst Framsóknarmönnum að það sé vera að stela af sér heiðurinnum eða eitthvað, ég veit ekki. En hún var ekki greinilega viðkvæm fyrir því. Já, hún var svolítið með það sem mér finnst vera það sem að Framsóknarmennin er að skilgreina kosningatapið, að þau hafa verið að vinna vinnuna sína, að þau hafa verið svona heiðarleg í ríkisstjórnarsamstarfinu, hinn hafi verið að rífast, en svo þegar koma kosningum að þá bara sáu kjósendur ekki hið góða sem að við vorum að vinna og við nutum þess ekki. Það minnst þetta að vera svona línan hjá Sigurð Inga til dæmis. Hann talar svona. Hann var bara á frontinu maðurinn, hann getur ekki, sko, þessi almenni þingmenn sem kannski voru ekki við ríkisstjórnarborðið, það er svona, hann var aftur sko búinn að vera að víla og díla, sko, en ekki Lilja. Ég hef heyrt að hann segi þetta sama að Framsóknarflokkur hafi ekki notið þess sem að þau voru að gera og sinna. Já. Og að þau, ég meina, hún var að segja það til dæmis, að þau voru að vinna þetta með vegina sem við langaði svolítið að því að það var bara sá kafliðilega búinn. Þetta með vegina, ég fór og flett upp í gömlu svari sem að ég man ekki hvað samgönguráðherra sem að var að svara þessu. Þetta er svar bara frá 2006 eða eitthvað. Það sem einhver þingmaður spyr hvað eyðir flutningabíll mikið af slitlagi í samanburði við fólksbíl. Og þá er það 80% bíl sem er femdur, 80% af burðargetu sinni. Flutningabíll, hann eyðir eins og 9.000 fólksbílar. Og ef hann er með aftan í vagn, eins og flestir eru þess að leiðinni til norður, að þá eyðir hann eins og 12.000. Og fór ég að skoða því umferðina yfir Helliseiðina. Þá eru það 14.000 bílar sem að fara yfir. Þannig að einn bíl með tengivagn eyðir jafnt mikið af slitlaginu eins og allir fólksbílarnir sem fara hann yfir. Þann daginn. Já, og það verður að tala að, þú veist, já, bara allt vegakerfið okkar er bara að grotna niður og slitlagið heldur ekki og menn að tala alls konar þess ekki nógu vel gert og eitthvað svona. Þetta er náttúrulega aðalmálið að þeir sem eru að eyða slitlaginu, þeir borga ekki að dýða, sko. Þú veist, þeir sem eru bæði Eimskip á svona flutningaþjónustu og Samskip líka, sem er kannski stæðst í þessu, en síðan er þetta líka þess fiskeldi á Vestfjörðum, að því að mikið verið að tala vegina á Vestfjörðum. Að fiskeldisfyrirtæki á Vestfjörðum,
ættu eiginlega bara að leggja vegina því að þeir eyða þeim sko. Það sem að almenningur að keyra, ég meina það vigtar ekki sko. Þeir ættu bara að fá sér 2 lítil flutningaskip og flytja þetta sjóleiðina. Það er á lengi sko, því að þetta er bara búm, 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 þetta var að fara fest á markað. Ég held að sé þannig sko. En það verður náttúrulega að þegar var lögðar af strandsiglingar meir og minna, að þá náttúrulega færðist mikið yfir á vegina og það er erfitt að bakka út úr þessu. Segjum að þú væri með búð á Akureyri, þú ert ekki með lager eins og kannski kallinn sem rak búðina fyrir 40 árum, sem að fekk sendingarnar, alla þurrvörun og allt þetta með skipi. Þegar þú átt ekki svona lager, þannig ef við ætlum að færa okkur aftur yfir í sjóflutninga, að þá er bæði neyslan er búin að færa sig yfir í ferskvöru sem er tengd þessu og bara allt verslunarrými og bara hvernig businessin gengur er búin að aðlaga sig af þessu að þetta sé keyrt. En það bara gleymdist að gera ráð fyrir því að það er að leggja vegi sem að þola þessa flutninga. Og það bara hefur ekkert verið gert. Og svo er verið núna að fara að rukka rafmagnsbílana kílómetragjald. En þeir sem að raunverulega eru að slíta segjum að væri engin flutningabílar, þá getum við bara malbika til Akureyrar og svo kannski sé til því 30 ár, en núna er þetta þannig að við þurfum bara að malbika aftur frá næsta ári. Af því að slitið er svo gríðalegt. Og svo, ég ekki að leika mér að skrifa þetta á Facebook, þá kom náttúrulega fólk út á landsbyggðinni og var að kvarta yfir þessu og hvort ég ætla að leggja á landsbyggðarskatt. Ég er náttúrulega ekki að tala það. Ég er bara að tala að það verður að vera eitthvað svona samingi á milli þess, þú veist, hverju nýta gæðin. Sá borgar sem nýtir þetta. Sá sem nýtir það í atvinnuskyni. Ég er ekki að tala að þetta er svona það sem að... Nei, þeir eru búin að setja eitthvað kílómetragjald á rafmagnsbílinn minn. Já. Það er kannski eðlilegt að rafmagnsbílar, tíminn þar sem þú þurftir ekki að borga til vegakerfisins, hann er liðinn. Ég veit það. Það hlaut að verða, sko. Ég held að, til dæmis, að þeir sem er að fá það, þeir ættu að horfa á það, býtu en ef ekki þá að rukka bara í takt við það sem eru slit. Það er ekki eðlilegt að þeir sem að reka flutningaþjónustu að þeir borgi það. Allavega eitthvað. Þetta er þungaskattur og eitthvað svona, en hann er í engu samhengi við þetta. Þeir eru ekki að borga 12.000 sinnum meira heldur en fólksbílinn, það er ekki þannig. En hvað heldur að verði annar blæri yfir Sjálfstæðisflokknum núna? Það er komin Góra í formennsku. Já, örgulega. Já, svona jákvæðri. Ég held að hún sé bara að leita að svona, ég var að heyrði eitthvað svona viðtölu við hana og mér finnst hún ennþá vera að leita að svona hvernig hún ætti að vera sko. Og það er náttúrulega skiljanlegt að ég meina hún er allt í náttúrulega formaður Sjálfstæðisflokksins og það er meira en að segja það. Og þú veist, það kemur bara í ljós. Og svona mjótt á mununum og það er þá einhverjir í hinu liðinu sem er ósátt sko. Það væri náttúrulega líka hefði farið 60-40, ekki? Jú, en þessi ævindarlega litli munur. Gerir kannski þá sem að töpuðu, tap sorry. Við nefndum nú þessar rannsóknarblaðamennsku greinlega Morgunblaðsins síma skipstjórans sem að Stefán Einar er með. Það kom fréttir af því sko að eins og oft er, svona, þá er umræður á laugardeginum og svo er svona kosið á sunnudeginum. Ég fór eins og aðalfund sambandsins og þá var það þannig að það var kynntar hörmunganiðurstöður á laugardeginum og svo duttu allir í það og svo var allt afgreitt daginn eftir. Þannig að landsfundurinn er eitthvað svona líka. En það voru nokkrir sem kom á seint þarna á laugardeginum, hefur kannski gleymt sér aðeins í gleðskapnum, meðal annars Stefán Einar, hann náði ekki að kjósa og þekktu stuðningsmaður, það var sagt í fréttinni, ég veit ekkert um það, bara það var sagt að hann hefði kannski geta fært þetta til, hann vantar bara 2 atkvæði til þess að það er kosið aftur og Stefán Einar var heim sem náði ekki að kjósa því að kom seint þarna. Það er nú svolítið aukt. Það er svona... Það getur ekki gert upp á milli og bara... Ég veit menn pæli þessu. Segjum að 2 hefðu kosið Áslaugarnu meira, að þá hefði Guðrún ekki farið yfir 50%. Og þá hefði þurft að kjósa aftur. Og þá hefði verið líklegra að Áslaugar tekið það. Og ég er ekki að halda þessu fram.
Ég bara alls ekki aldrei svo fram. En ég bara vísi í það að þeir sem að töpuðu, að þeir eru að gæla við svona hugmyndir. Að það hafi raunverulega verið vitlaus kona hafi unnið, sko. Já. Að ef að salurinn hefði vitað þetta og ef allir félagsmenn hefði fengið að kjósa og það náttúrulega, það kannski gerist þeirra svona lítill munur. Ef það væri 60-40 og þá bara verða 40% sætt sig við þetta. En ég veist að sé svona ákveðin kergja og það þýðir að Guðrún þarf svolítið að taka tilliti til þessa fólks. Já. Þannig í staðinn fyrir að fara í orrustuna sem hún er ráðin til þess að gera, þá snýr hún sér alltaf svona og einhvern veginn að sætta einhver öflin í flokknum og það getur verið mjög truflandi, sko. Já. Að vera með svona viðloðandi óánægju öfl sem að telja að þú er að taka tilliti til sín og getur verið. Já, það gerir það, en það, kannski í þinginu, kannski, í þinginu. Hún verður að koma svolítið sterkt inn í það, því ég held að, sko, þar er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem að telur sig geta náði að verða svona höfuð stjórnarandstöðunar. Þannig að Guðrún þarf að koma einhvern veginn og taka þann sess af honum. Já, held ég. Hann er náttúrulega svona brandarakall, sko. Ja, Davíð Oddsson var svona brandarakall, alltaf að segja eitthvað brandara. Í pontu? Já, alltaf var svona, mannstu ekki eftir þessu? Alltaf að hæðast að andstæðingunum, gera lítið úr þeim, spæla það, svona spælarakall. Já, ég síðast orðið þannig kappi. Við vorum að tala, hvernig vorum við að tala landsfundinn? Og þá var verið að tala ræðu Bjarna, þar sem hann var með svona aulabrandara hér og þar. Og ég held að ég hef ekki náð inn í það, ég var að hugsa að þetta er náttúrulega arfleið Davíðs Oddssonar sem hélt svona ræður og var alltaf með svona spælingar hingað og þangað. Og það er svolítið erfitt að ganga inn í þetta. Ég held að það sé ekki svona eftir svona verð að vera með þetta. Ég held að þótt að Davíð hafi komist upp með þetta, þá sé þetta ekki stíl sem er skemmtilegur, sko. Nei. Og sérstaklega ef þú ert ekkert, ef þér er ekki náttúrulegt eins og á ekki við Bjarna, að þá getur þetta verið koma alls konar skrýtna setningar. En svona framan að var þetta mjög náttúrulegt hjá Davíð, sko. Já. Við sem voru blaðamenn í kringum hann svona upp á sárunum, sko. Og rosalega orðheppinn maður. Já, gat verið það. Já, virkilega, sko. En svo seinna árin einhvern veginn var þetta nú farið úr honum að mustu, sko. Já, erfitt að finna þetta núna í leiðurum og Reykjavíkurbréfum Morgunblaðsins. Já, bara kúa ná. En ég held að þetta verði mjög erfitt fyrir Guðrúnu, sagði þannig að fólk vex með störfum sínum, eða þú veist, að rísa upp og það byrjar enginn sko fullskapaður og hún á eftir að fara þessa leið. Það sama á til þess að Kristrúnu út að hún hafi sko átt góða spretti og eitthvað svoleiðis. Ég held til þess að þessar sparnaðtillögur sem er eiginlega bara kemur í ljós eða bara meira og minna komna frá SA og viðskiptaráði, sko. Ég held að þetta verði ríkisstjórninni svolítið erfitt, sko. Já, þau heldur sko blaðamannafund sem væri beinni útsendingu, hún og Daði Már og veistu það kom ekkert fram. Þau voru líka bara að taka á móti einhverju frá einhverju nefnd sem hafði soðið niður tillögu viðskiptaráðs og mér finnst það bara hlægileg hugmynd að ráðherrarnir og ríkisstjórnin sé að taka það eitthvað fagnandi eins og Mósi hafi komið ofan á fjallinu með einhverja dellu hugmyndir úr SA og viðskiptaráði. Hverju datt þetta í huga? Þetta verið snjallt. Maður stöttir í þegar Vigdís Hauksdóttir var formaður fjárlaganefndar. Já, fjárlaganefndar. Og gerði tillögur með Gulli Þórðar varaformaður og þau fóru í þetta, skiluðu eitthvað 270 eitthvað. Það veitum að leita þeim. Já, held að. Það er samstofnað í þessu. Já, og hvað hafi verið gert með þetta? Það verið ekkert gert með þetta alveg. Ekki mikið? Nei. En mér hefði alltaf fundist þetta að þetta sé svona fyrsta mál ríkisstjórnarinnar að kalla eftir tillögur frá almenningi, svo kemur í ljós að þetta eru bara, veigamistu tillögurnar eru bara frá SA og viðskiptaráði, mér annars að auka völd ríkissáttasemjara svo hann geti stoppað verkföll. Er þetta sparnaðartillaga? Hvað er þetta að gera þetta? Þetta er bara gömul svona krafa frá SA til þess.
og Sjálfstæðisflokkurinn var nú með þetta stefnuskrá á síðasta kjörtímabili. Svo bara formaður Jafnaðarmannaflokks Íslands tekur á móti þessu eins og bara einhverju heilegu hafi náðust að veiða þetta upp á þjóðardjúpinu. Ég skil ekki þess að þennan leikþátt. Nei, ekki ég. Og er ríkisstjórn sem leidd af formanni Jafnaðarmannaflokksins, hún virkilega að reyna að búa til eitthvað leikþátt svo að hún geti fara að reka stefnu SA og Viðskiptaráðs? Eða er það Daði og Þorgerður Katrín sem með þetta plott einhvern veginn? Formaður nefndarinnar, þetta Björn Ingi Viktorsson held ég. Hann forstjóri Steipustöðarans. Þetta bara eitthvað úr, ég veit ekki, kannski eitthvað trúnaðarstörfum líka fyrir SA eða samtökum viðnarins eða eitthvað, ég veit ekki. Alltaf kynnt eins og þetta sé bara... Ég alltaf maður. Þetta alltaf Guðrún Hafsteinsdóttir kemur beint út úr borgartúrinu. Og Jens Garðar Helgason líka. Þetta B35 ríkisstjórn. Þorgerður Katrín vann hjá SA, var yfir ykkur svona mentasviði og sem var svona hugmyndunum sem er svolítið í gangi ennþá. Viðskiptaráður svolítið tekið yfir að það svo atvinnulífið sé að gagnrýna menntakerfið okkar til þess að opna fyrir ykkur einkavæðingu og svona tækifæri til vaxtar fyrir þá sem eiga pening sig inn í menntakerfinu. Þorgerður tók þátt í því og þegar Viðreisn kom fram að þá komu með Jón Steindór sem var úr samtökum viðnaðarins og það voru miklu meiri svipur af þessum hagsmunasamtökum fjármagns- og fyrirtækjaeigenda í Viðreisn heldur í Sjálfstæðisflokknum á þeim tíma. En nú verðandi fórustæður þau koma bæði út úr þessu. Kristrún var náttúrulega eins og hagfræðingur Viðskiptaráðs, Kristrún Frosta. Og var líka hagfræðingur Kvikubanka sem ég var að kvarta yfir að Ríkissjónvarpið væri að kalla á greiningadeildir bankana sem þessast hlutlausa aðila. Herðu. En hún hætti og snýði sér yfir í pólitíkina og hefði fengið mjög mikið fram að þar á stuttum tíma. Ég held að það var ekki könnunin núna traust á ríkisstjórninni. Ég held að við bara verið með 67% sem ég held að sé bara frábært fyrir ríkisstjórnina. Það er augljóst að hún á hellinga inneign ennþá. Það er ekki þannig að þessi þetta fara að segja að hún sé bara eins og flesta ríkisstjórnir hafi farið alveg alls ekki og það var sem að merkja fyrir síðan Gallup-könnun að Samfylkingin reis upp í, ég held að hún velst með 26% fylgi eitthvað. Þannig það og Sjálfstæðisflokkurinn klóraði sig upp í 21 held ég, 21,5 með aðdraganda landsfundar. Ég veit það. Ég manni í gamla daga að þeir voru svona kannanir að þeirra landsfundur og þeir voru í öllum hafa með þess að eitthvað sem hitt út á götu var að kvarta yfir að við erum allt og mikið að tala Sjálfstæðisflokkinn. Þetta bara gleyma þessu flokki, eitthvað svona, eins og oft fólk að hafa svona skoðanir. Við vorum að ræða Sjálfstæðisflokkinn í aðdragandanum. Þannig að það að liftast eitthvað 1,5% í aðdraganda landsfundar er ekki góður árangur í Sjálfstæðisflokknum. Og ég stundum kíki á gamlar skoðanakannanir, furðulegt áhugamál. En þegar verið að tala að því að þá mældist flokkurinn stundum í 50% fylgi. 45% var nýjasta skoðanakönnun Dagblaðsins. Sjálfstæðisflokkur í 45% fylgi. Og það var náttúrulega, þá féll hann alltaf í aðdraganda kosninga, nú er það hætt. Munurinn sá að í þann tíma að þá, þegar þú spurður stjórnmálaskoðanirnar, þá var öruggast að segja Sjálfstæðisflokkurinn. Og það svona ýktist staða hans í en nú er það ekki lengur og þessi svona sess sem hann hafði að svona það væri eiginlega normal ástand að vera sjálfstæðismaður, kemist næst í að hafa enga skoðun að kjósa Sjálfstæðisflokkinn, að hann búinn að missa þetta og það er náttúrulega mikil breyting. Herðu, ef við segjum þetta gott í dag. Já, ekki bara. Herðu, kæra þakkir Sigurjón. Áhugaverðir gestir og skemmtileg umræða. Þökkum þeim öllum og við þökkum Laufi fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þökkum við mest sem hafi hlustað og hort og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun og ég minni á eins og ég geri oft að þið hafi byggt upp samstöðuna, dreifi hér í samstöðunar bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að þið sjáið hér og heyrið. Bent á að það með finna efni okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpssveitum, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta
Og svo erum við í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu 89,1 og FM. Það má sækja þær útvarpsendingar líka á spilaran, spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem eru svo heppin að skipta við síman. Það eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef til vill, ég veit ekki. Mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ásins hring, samfélagsumræða í þessu þætti við rauðaborðið og í öðru þáttum samstöðunar. Það er eiginlega undur að þessi fjarskiptafyrirtæki skuli ekki fara að dæmi símans og leyfa sínum viðskiptavinum að horfa á samstöðuna í sjónvarpstækinu. Ég bara skildi ekki alveg. En það sem að drífur samstöðuna áfram sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur, þar fáum við afl til þess að halda upp í dagskrá samstöðunar og byggja hana upp. Ef að þú ert kannski þeirra skoðunar að samstöðu sé mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi, að þá hvet ég til þess að íhuga það að gerast áskrifandi. Þú gerir það með því að fara inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir 2500 krónur sem er grunnáskristin, þú mátt borga meira ef þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En ég þakka aftur kærlega fyrir í dag. Rauðaborðið verður hér annað kvöld klukkan 8 en njótið þess sem eftir er af helginni.